Já, árið 2010 fekk ég heilablóðfall sem var ansi alvarlegt sko, var fluttur til Svíþjóðar í aðgerð og bara höfuðið opnað og... Já, höfuðið opnað og farið, en ekkert vita hvort ég kemur út aftur sko. Þannig að þú veist, ég bara búin að vera ótrúlega heppinn sko. Bara þakka fyrir að vera á lífi og þakka til að vera til í dag sko. Það er svolítið fyndið að hugsa tilbaka þessi 10 ár, að ég hugsaði já, þetta var nýr kapli í lífinu og nýtt tækifæri. Ég kannski fór ekkert rosalega vel með það. Ég kannski upplega núna fyrst svona 10 árum seinna, þú veist, lífið er ekkert sjálfgefið, þú veist, líkamann er ekkert eilífur, þú veist, hann byrjar, maður þarf að hugsa rosalega vel sig. Þar hef ég tekið til dæmis, ég fór í meðferð, ákvað að taka út áfengi úr mínu lífi, þú veist, það var alveg ekkert nökralaust, sko, en það er bara til þess að reyna að fá, þú veist, verða heilbrigður, þú veist, vera heilbrigður á sál og líkamann, sko. Það er reynir það sem ég reynir stundur svolítið mikið núna. Velkomin að tækjunum. Gestur þáttarins er Hafliði Ragnarsson. Ég held við séum hér með gott dæmi einstakling sem er ekki jafn þekktur og hann er góður í því sem hann gerir. Sjálfur þekki ég ekki neitt til Hafliða en maður hafði lengi vel séð nafnið hans á konfektkössum og súkkulaðiafurðum í gegnum árin. Mamma tala líka alltaf hvað hann gerir flotta hluti og það þótti voða flott að bjóða upp á eitthvað frá honum Hafliða þegar fólk mætti í heimsókn. En það var ekki fyrr en ég fór að kynna mér Hafliða fyrir þáttinn sem ég áttaði mig á því hvað gæjan er búinn að ná langt innan geira sem ég vissi lítið sem ekkert Í samtali við annað fólk innan þessa geira voru hreinar línur að Hafliði er framúrskarandi fagmaður í þessum bransa. Ég ætlaði að segja kóngurinn í þessum bransa en fagmaður er fáaðra orð. Það hefur mikið gengið á hjá Hafliða, hann á og rekur Moselsbakari ásamt fjölskyldu sinni í dag en hans yngri ár voru lítið af því að rúlla upp hverri kökuskreitingar og konditorkeppninni á fætur annari, ekki bara hérna heima heldur í virtum keppnum út í heimi. Hafliði fékk svo alvarlegt heilablóðfall og þrátt fyrir spark í rassinn og annan séns nýtti hann ekki tækifærið til breytinga fyrr en núna nýlega, áratug seinna. Hvar sem þú ert að hlusta á hana þátt, þætti mig vænt að þú ýttir á subscribe eða follow á The Snorri Björns Podcast Show, en fyrst og fremst bara hafa gaman að þessu. Þið voru hér að hlusta á mig opna mögulega besta kók allra tíma. Kók án sykurs er orðið enn betra. Ekki nóg með að útlitið hefur fengið andlitsliftingu heldur hefur bragðið gert það líka. Ég er ekkert voða vissum að það sé gott selj í því að ég sé að taka einhvern sopa fyrir framann eyrun á okkur og lýsa því síðan hvaða bragð ég finn. En ef þið eru fyrir sykurlausu drykkina, þá er kók án sykurs, fyrir það fyrsta þá er það sykurlaust, þess vegna heitir það kók án sykurs, eitthvað sem þú verður að smaka, því að, eins og ég segi, þau voru að endurnýja bragðið og það gerist nú ekkert eitthvað oft á hverju öld að Coca-Cola breytum bragð. Er til betri leið til að smakka nýja kók án sykurs heldur en að panta sér 16 tommur af pítsu með því. Þrusaður inn á Dominos.is eða í Dominos appið sem átt að vera með nú þegar í símanuðinum og pantaði til dæmis Dominos Surprise með ítölskum botni. Það er ekkert fallera en að fetta tár þegar jalapenoið á Dominos Surprise er ofstert. Annars situr maður hér klukkutímum saman að spjalla við fólk með koffínið í blóðinu og kaffibollan frá Sjöstrand fyrir framan sig. Þið getið slegist í hópinn og hlustað á hana þátt og drukkið kaffi með okkur því nú fáið þið á 10% afslætti með kóðunum Snorri á sjöstrand.is. Ég get lofa ykkur því, það verður mikið rætt súkkulaði í þessum þætti en það er held ég Instagram hans Hafliða súkkuliði og ég hef líklega aldrei borðað mikið af súkkulaði sjálfur og síðustu mánuðum út af samstarfi mínu við Rapunzel í þessum þætti. Þau eru alltaf að senda mér nýja sendingar af lífrænu og dökku súkkulaði og mér finnst það ekkert eðlilega gott. Svo gott að ég er búinn að missa stjórn en ég fæ að ræða það við einhvern annan en þennan mikrofón fyrir fram mig. Súkkulaðið sem ræðir og allar aðrar vörur frá Rapunzel eru lífrænar og geðavottaðar. Enda hafa þau á Rapunzel verið brautryðjandi í lífrænni framleiðslu síðan 1974. Takk fyrir penn. Þá var ég ekki einu sinni fæddur. Annað sem er lífrænt, annað sem er hágæða, kaldpressuðu ólífuolíurnar frá Olifa. Það eru gæðavörur sem njóta mikilla vinsælda hér á landi, skiljanlega því olían er besta fita sem völ er á fyrir mannslíkamann. Ekki síst fyrir hjarta og æðakerfið og hefur bólguhamlandi áhrif á líkamann. Ég ætla að taka gúllara af þessu stöffi þegar ég kem heim á eftir. Ef þú ert meðvitaður það sem þú lætur ofan í þig, þá mæli ég einnig með hinu sígilda Ísey skyri. Próteinríkt og bara einfaldlega hentugt. Þetta er til í öllum brauðum sem mann langar í, hvort sem það er crème brûlée eða hreint skyr og bæði í 500 gramma og 170 gramma dósum. Ekki skrítið að skýrið hafi fyllt okkur svona lengi í gegnum tíðina. Þakkir til styrktaraðala þáttarins og þakkir til þín, hlustandi góður, fyrir að hlusta. Hér er Hafliði Ragnarsson, vonandi hafið þið gaman af, gjörið þið svo vel. Hafliði Ragnarsson, hjartalega velkomin. Takk fyrir kærlega. Súkkulaði gerða meistari, chocolatier, hvað á ég að kalla þig? Já. Bakari? Já, ég er náttúrulega lærður bakari og konditor. Konditor. Geturðu skilgreint þarna á milli fyrir mig? Já, bakarinn er náttúrulega meira í brauðinu og öllu því svona þessu vennilega, þetta tengist náttúrulega saman. Konditorinn er aftur meira í tertugerð og út frá
út frá hérna konditorinu, þú veist, þú lærir grunninn í öllu, þú býr til, þú veist, croissant og allt þetta, þú býr til tertur, eftirrétti, ís og að vinna með súkkulaði. Þannig að þú veist, þú lærir undirstöðuna og svo getur þú valið eftir það hvað þú sér hafa verið í sjálfu sér. Og þú valdi hvað? Ég þurfti nú að vera með svolítið breytt, þannig að Ísland er nú ekki stórt land, en hérna kökugerðin alltaf, og tertugerðin var stór og súkkulaði síðan þróaðist all sterklega eftir það síðan. Og þú ert alltaf svolítið þekktur fyrir bara súkkulaði gerð, Instagram-nafnið þetta er súkkuliði. Já, súkkulaði. Það kom reynda frá einhverjum góðum hérna útvarpsmanni sem kom þessu nafn á mig. Súkkuliði? Já. En við vorum aðeins að hérna, rétt ára nýtt á rekord, þá varst að tala að þú varst ekkert svo viss það sem þig langaði að gera á sínum tíma. Hvar er það sem að ákveða tímapunkti í lífinu, er það sem ákveður að fara út í þetta og hvað varstu annars svona að hugsa? Hvað kom annað til greina heldur en bara að fara í bakarann eða konditorinn? Það var, ég fór ekki strax í þetta nám, ég fór í 1 ár í MS, Menntaskólanum Sund, svo fór ég í Fjölbraut í Breiðholti og hérna, það hafði þessum tíma, ég var að spila í hljómsveit. Já, ok. Og þetta á tímum sem að áður en sykurmólarnir eru frægir og ham var til og skilur þau svona fræga nefni í dag og ýmis önnur og þá vorum við að spila þetta var þannig að ég mætti bara einn dag með trommusett í sjoppuna sem við hittist alltaf vinnindir og svo bara settum við bara, þú spilar á bassa, þú spilar á gítar og þú syngur. Það eru ágætis innkoma að mæta með trommusett. Já, þá var ég búin að ákveða ég ætla að spila trommur og svo bara settum við bandið saman og svo fórum við bara að læra. Lærðum bara að sjálfum okkur og mannum sem við höfum í kringum okkur og þetta var gríðarlega skemmtilegur tími. Það hefur vantilega verið svolítið frumstætt svona fyrstu verkin. Já, mjög frumstætt. Við vorum að æfa í húsnæði lengi vel með þessu fólki með sykumólunum áður en þeir eru frægir og spilum á tónleikum, þetta var svona mjög hrátt á þessum tíma og dúshús og þetta var mjög skemmtilegur tími og það var það var ég að hugsa það mér langaði út að læra Tónlist? Já. Trommur og tónlist og svona, ég var í kennslu hjá Sigtryggi og fór í kennslu líka hjá honum Jazz Guðmundi sem lest nú daginn. Þú veist, ég var að þetta var svona eitthvað fókus, eitthvað pæling. En þetta var svolítið mikið líf, þú veist, svolítið svona mikið djam og þú veist, en ég var alltaf að vinna í bakarínu með þessu öllu saman. Já, sem sagt bakaríinu Moselsbakarí sem að þú kemur náttúrulega af ættum bakara. Já, ég kemur náttúrulega pabbi bakari og pabbi hans, afi minn, var bakari og langafi líka. Einmitt. Kemur að vestan frá Patreksfirði og pabbi síðan stofnar bakarið 82, er að vinna í 81 og bróðir hans var lærður bakari fyrir vestan á Patreksfirði. Þeir ákvaða að opna saman í Mosfellsbæ. Pabbi var þá ekki búin að læra bakana sjálfur, var lærður dúklæringameistari og var skipstjóri, hann var á svona lítið trillu og sjóma, bara allt múlimann. Og ákvað sé hann bara að fara að baka? Svo ákvað hann að fara með bróður sinni í þetta verkefni og ég man alltaf eftir þessu, ég var alltaf svolítið í kringum þetta, þá var ég bara 13 ára og þau byrjaði með bakarið þannig 82, byrjaði reksturinn og það gekk nú ekkert, það var alveg erfið tími hjá þeim en bróður pappa hætti held ég bara 1,5 eða 2 árum eftir þetta, en pappi og mamma voru búin að leggja allt í þetta og þau héldu áfram og barðist bara í gegnum þetta og úrvarð Moselsbakarí svona. Og hvað eru þau að framreiða þarna? Hver eru vinsælustu vörurnar á þessum tíma? 80 eitthvað? Já, við vorum með þetta að skoða þegar bakari að verða 40 ára á næsta ári. Ok. Og við vorum með þetta að skoða gamla verðlista og gömul nöfn og það náttúrulega var allt þetta normalbrauð og maltbrauð og það var alls konar svona kókostoppur, þú veist, sveskjutertur, þetta var svona alls konar öðruvísi nöfnum það og mjög gaman, við erum svona að hugsa að reyna aðeins að koma með
gamla svona ykkur öskriftir á næsta ári, ámælisárinu. Þetta hefur verið heiðalegur vörulisti, býst ég við. Já, ég menna þetta var svona, þú veist, þetta var frekar einfalt eins og bakarinn voru. Þetta var bakað, á þessum tíma var einmitt iðnaðurinn að ryðja sér til rúms, það er að segja að baksturinn var svona komið meira í form, allt saman, og þetta var svona einhvern veginn að væðast í það, sko. Og það var ekki mikið framboð af mörgum tegundum af brauðum, sko, eins og í dag. Og súrdeig með þess að var, sko, alveg tíðan var á undanhaldi, það tók svolítið tíma. Já. Það snerist tíma og allt þetta, náttúrulega, það einfaldar að gera vöruna og svona. Ok. Og þannig að þetta fyndið, þetta kemur síðan ekki aftur fyrir en bara 97, þegar ég elst upp í bakarínu og vinn alltaf þarna helgar og þarf að, þú veist, koma, ég meina, ungur strákur, þú veist, ég tekið mig í vinnuna og allt þetta, sko. Var þetta svolítið hark eða? Já, þetta var alveg erfitt, ég veit að þetta var erfitt hjá mig, ég náttúrulega svo sem fattaði það ekki, en ég veit það svona eftir á, með sinn tíma, ég náttúrulega heyrt að þetta var erfið tími hjá þeim, í ákveðin tíma, en svo fór að ganga vel hjá þeim, og en ég var þá að kafi þessu bara náminu mínu, og ég kláraði, ég held ég hafi ekki, ég kláraði ekki, fekk ekki verslunarprófa því mér vantaði dönskuna. Þú veist, þannig að þetta var lengst að ég náði með námi, en þá var ég farin að pæli tónlistinni. Okay. En það var eitthvað sem snýri mig síðan, ég held að hafa nú alveg verið það var bara svolítið mikið djamma á okkur, sko, þetta var kannski ekki alveg, og ég var eitthvað smeykur, en tók síðan ákvörðun að bara fara að læra bakara, hjá mamma og pappa. Og ég útskrifast þar 92 eða 3 sem bakari, þú veist, á þessari leið þá kviknar ykkur áhugi, voru menn að vinna þarna náttúrulega sem voru svolítið klárir í þessum voru að gera, sérstaklega í tertuskreitingunum. Ok, inn í bakaríun? Já. Þannig að þú varst í kringum svolítið svona, þá bestu á landinu í þessu? Já, kannski ekki, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig maður að segja, það komu inn hann að menn sem höfðu hæfileika sem vöktu áhuga minn, svona bara allt í einu. Þetta mér fannst flott að vera að gera terturnar og skrifa á þær og búið til rósir og svona, það einhvern veginn vakti áhuga minn. Þannig að maður segja, þegar þú tekur skrifum að ákveða að fara út í bakaran, þá er það ekki gert út af kannski einhverju svona fjölskyldu þrýstingi eða afi var bakari og pabbi var bakari og það þarf einhver að taka við bakarinu. Það var í alvörinu komin einhver áhugi þarna fyrir. Sko. Já, það gerist þannig, sko. Þetta var ekki, pressan, það var ekki pressa frá einu, sko. Þetta bara allt í einu kviknaði á henn. Og þá, útskrifast ég 92 eða 3 og þá fer ég að gera alls konar, ég fer að tek mér aukavinnu á Kaffi Milano, það var flottasta kaffihúsi í bænum og góð kona þar Annette og ég fekk að vera þar svona fekk aukavinnu og kom að gera tertur með henni og sem voru svona flottar á þessum tíma, mjög flott, sko og er enn í dag, þetta var bara mjög skemmtilegt og þarna byrja ég og það byrjar svona eitthvað að þróast inn í manni og svo kynnist ég þar, fer ég að kynnast með kokkalífinu líka svo aðeins, sko og ég ræði mig í vinnu í Perluna, þú veist, þú fer að vinna þar vann þar í 2 ár en þetta er svolítið svona skrítið að hugsa tilbaka, svolítið erfitt er yfir allt nákvæmlega, en það gerist rosalega margt á þessum tíma, það bara ég fer að fá hennan ofsalega áhuga og desertgerð, þú veist, ég fer að lesa bækur, þú veist, fræga kokka og fræga desertkokka og ég þetta er svo magna hugst tilbaka, þá fer ég að gera ýmislegt, þú veist, að pröfa, þróa, þú veist, bara pröfa það sem þeir höfðu verið að gera og fara svolítið í hennan grunn sem var, þú veist, að búið til krem frá, þú veist, frá eins og á að gera þetta og allt það, sko og ég dett líka inn í kokkanansliði, sko fyrir aðstofa þar, sko og það var mikið, þú veist, bara mikið gæfisbóð fyrir mig, þannig að það sér maður svo víða mynd, sko Veit. Og þetta er svo magnaði að hugsa um þetta, sko og síðan
þróast þetta og svo haldin einhver kökuskreitingakeppni á Íslandi í fyrsta skipti, ég held að það verið 90 ég er að muna þess að dagsningu sko en allavega það hún haldið 95 held ég og þá ég náttúrulega ákveði að taka það alveg fullur af krafti og ég var að reyna að koma svolítið inn í svona þetta samfélaga bökurum sem að voru það var alveg flókið að komast þar inn svona í byrjun en ég var mjög óhræddur, þá var Jói Fel upp á sitt mjög gott, hann var þá sko mjög framalega, gerir flottustu rósirnar og ég man alltaf eftir, ég fór bara og bankaði upp á í bakarinu sem Jói Fel var í og bara spurði eftir honum og bara spurði hann hvort það var ekki til að kenna mér að búa til svona fallega rósir. Gekkja. Bara, og þetta snýst svolítið það, að vera bara óhræddur og hann tók bara mjög vel á móti mér og síðan hefur við þekkskilur og verið góði vinnir síðan þá sko. Og hann var alveg til í að kenna einhverjum öðrum sem var langaði að læra það? Já, ekkert mál. Og svo bara, var ég óbáslega duglegur að mig og svo var einmitt köku, skreitingakeppni var haldinn. Jói Fel var meðal annars þátttakandi. Ég rúllaði hennu. Það var bara því ég var komið svo einbeittan, skilur, þú veist, ég hugsaði ekki annað en þennan heim. Þú veist, kökur, desertar og einhverja skreitingar og svona. Það bara, ég heldi mig að bríða þetta, sko. Og hvað ertu gamall þarna, cirka? Þá ég orðin, 95, þá ég hvað? Ég fætti 69, hvernig? Já, hann er í kringur, á 30-aldrinum hann. Já, ég að nálgast hann. Jú, orðin 26 ára þarna. Já. Þannig að þú ert búin að taka smá span af, þú ert búin að koma víða við og eins og þú sagði bara með að Ísland virkar þannig að þú ert snertir á kökugerð og bakaríinu og matnum væntanlega í kringum kokkalandsliðið. Já, já. Þú ert ekkert bara svona byrjar að sérhjafa þið í einu en áhugin virðist liggja svolítið fast á þessum skreitingum, eða ekki? Á skreitingunum, af því að það inn í því semst að vinna með sykur, sem bara mikil list sko að blása sykur og sjóðan og teygjan og þetta var mitt fyrsta, skilurðu, það var marsipannið og svo sykurinn og ég fór á námskeið sko ellendis út af því og þetta var bara, já, aðeinslegt og var farin að búið til svona svani og svona, þú veist, þetta bara list sko. En hvar lærir þetta allt? Út af því að þarna ekkert internet. Nei, þarna ekkert internet. Og þarna það bara, annarkvort banka upp hjá Jói Fel eða bara lærir þetta aldrei. Nei, og svo bara voru bækur sem ég komst í og það var eiginlega svolítið þannig, komst í bækur og svo fekk ég tengingu sko í gegnum skólan því að ég var að læra mitt bakarinn í skólanum, þá fórum við kennarinn sem var að kenna okkur þar, Hermann Britte, sem kemur einmitt meira við sögu í lífinu mínu seinna sko, að hann fer með okkur í ferð til Danmörkur, í skólan í kontóskólan í Danmörku og sem var ævintýraleg ferð og mjög skemmtileg bæði fengu að vera í skólanum og sjá einmitt eitthvað svona nýtt þar sem maður hafði ekkert séð áður og það var þannig úr að þú veist, kennarinn sem var þar hann fann fyrir mínum áhuga og sá hvað ég var að gera og svona og hann bauð mér að koma í 2 vikur í skólan bara til þess að vera þar, ekki í nám heldur bara til þess að vera þar. Og utan bekkerins, utan prógramsins sem er heima? Hann bara fannst ég bara hafa eitthvað til að leggja, hann bara bauð mér að koma og ég var þar í 2 vikur bara á heimavistinni og ég fór á milli deilda í, hann leiði mig bara pröfa allt, þú veist, og svona var að sýna mér það sem að hann og við vorum að búa til eitthvað svona alls konar úr sykri, úr svona alls konar sykurtegundum og svo enduðum við yfir í súkkulaði og svo kom mér að segja mitt sænskur kennari sem var mjög framalega sem kemur á þessi tíma í 2 viku með sykurnámskeið einmitt. Þetta byrjar allt þannig og og honum fannst þetta eitthvað ég bara maður var óhræddur við að spyrja og áhugin var svo gríðarlegur að þú veist að það bara þá tekið á móti manni og þá ég leiddur inn í þetta þú veist að fara á námskeið og þeir vildu allt fyrir mig gera og síðan kemur þessi keppni sem Íslandsmeistarakeppnin og í henni dómarar frá Danmörku og Svíþjóð meðal annars og þar hann kemur að mér boðið af einum sem á bakari í Roskilde hann býður mér að koma til hans fara
fara að læra en sjáum konditorið sitt skilur vera samning hjá honum skilur en sjáum bara litlu kökugerina hans og fara í skólan þess að geti tekið konditornámið. Vol alltaf tekið vel á móti þér þarna stað. Ég kannski bara því að maður var alltaf bara, maður var alveg svo bara jákvæður og svo bara áhugasamur skilur. Einmitt. Þannig að þú veist, ég fer þangað til hans og ég og konan flytjum til Danmörku 95 og og þar ég svo í 2 ár sérst að taka konditornámið að því að búið með bakaran og gerist náttúrulega gríðarlega mikið á þeim tíma því að þar eru haldnar keppnir og þú veist, það stutt yfir til Þýskalands eða þú veist, út allt sko. Ég nýtti þennan tíma alveg gríðarlega vel. Ég sérst, vann hjá honum, fekk að af með hans á kvöldin í bakaríinu og fór í skólan náttúrulega og svo fór ég á nokkuð námskeið og ég tók þátt í keppnum sem að bara einhvern veginn, það gekk svo vel. Það bara vandar allar. Það bara ég... Líka út í heimi? Já, út í Danmörku. Ok. Ég tók þátt í, alltaf haldið í Bella Center, voru mikla keppnir haldnar. Þetta var svolítið skrítið, þú kemur þarna frá Íslandi, þú veist, þú ert svona, það var ekkert alveg reikna með manni og þetta var talað þá, ég og meðal hans vinur minn heitir Gunnlaugur Örn, sko, hann var yfir á Jótlandi að vinna í Legoland og við vorum svolítið saman, tókum það bæði saman og í sikkur lagi en þetta var svona eins og, það var fyrsta innrásinn frá Íslendingunum áður en þeir fóru að kaupa tífúli eða skilur inn í keppninar. Já, við fórum, okkur bara unnum eiginlega allar þessar keppnir sem við tókum það átt í. En má ég beða út af því þú ert alltaf sko gegnum sýrður af bakaraheiminum og súkkulaðinu. Ég áttar mig ekkert alveg á því hvað í gangi í þessum keppnum og síðan var ég að skoða einhverja gamla greinar og umfjöllun allar þessar keppnir. Þetta er rosa fágáð og virðulegt og eins og þú lýsir sykrinum og blásan upp og þetta er bara listgrein. Ég meina þessar keppnir ekkert bara einhver skál af ís fyrir fram að þig eða tertu og maður á að smakka. Þetta er bara rosalega agað allt ferlið í kringum þetta. Já, þetta er náttúrulega þannig sko að þarna kemur einmitt inn sko sagan okkar og hvað við eigum hefðirnar okkar heima, varandi bakaran og allt þetta. Úti í Evrópu og annars staðar í heiminum er gríðarlegar hefðir og mikill kúltúr. Kúltúrin er að borin rosaleg virðing fyrir honum, þú veist að búa til bara patisserkrem sem svona gula kremi sem er notað, þú veist, eða bara crème brûlée, þú veist, og þetta eru bara biblíur, þú veist, það er bara svona gerir þetta. Það þarf að gera þetta og þú veist, þetta kunnum við ekki heima svona almennilega. Af því að það var bara ekki kúltúrin fyrir því. Vissulega, voru menn að búa til eins og Napóleonskökur og ég ætlum ekki alveg að, þú veist, en skilur þú veist, þetta var svona, allavega það var miklu dýpri kúltúr þarna úti og það var líka mitt, því að það var vissulega keppt í þessu og það voru haldnar sýningar af öllu þessu og einmitt fyrir ekki, ein bók sem ég las sem var Rúbráðers sem voru franskir franskættaðir sko en fóru til Englands og opnuðu restaurant og svona konditori þar. Ég meina þegar ég las þá bók þá, þú veist, þetta var svona bara, það gerðist eitthvað, skilur við. Þetta er eins og bara að lesa svona einhverja bók eitthvað sem að, ég veit ekki, ævisögur sem að snerti þig. Þegar ég bara var heillaður, þú veist, af þessu hvað ég gerðu og hvernig við báruð, þú veist, hvað það var svona, þetta var bara royal, þetta er eins og vera skilur við. Einmitt. Það var eitthvað mikið við þetta. Er það þarna sem þú kannski bara áttað á því, sko, út af við erum náttúrulega bara að tala einhverja deserta, við erum bara að tala súkkulaði og sykur og svoleiðis, en þarna var þetta eitthvað svo mikilfenglegt og mikil hefð í öllu tengdu bara þessum súkkulaði afurðum eða desertum. Já, bara og svo mikil virðing í kringum það. Einmitt. Þú veist, það var bara, þú veist, góður kokkur eða desertkokkur er bara í guðatölu. Já, einmitt. Skilur, það er þannig. Og meðan á Íslandi þá náttúrulega, við höfum bara ekki svona ríka hefð af neinu í rauninni, eins og þú horfður til Frakklands og nefndir þarna crème brûlée. Veist, þetta er svona, maður fær einhvern veginn tilfinninguna að í Frakklandi þar færðu alvöru crème brûlée. Eða í Japan þar færðu alvöru sushi og veist, maður gerir ekki sushi svona, maður gerir það svona. Akkurat. Og camembert verður að vera ræktaður í camembert héraðinu og allt þetta. Við erum kannski ekki alveg orðin og þróið hvað þetta var. Við náttúrulega erum rosalega ung þjóð og þú veist, það bara segir sig sjálft að við stundum stökkum yfir grunnþrepið, yfir í næsta þrep sem er, þú veist, að búti vöruna en þá gleymum við því að við þurfum að kunna grunninn.
við þurfum að fá allan, þú veist, við stökkum ekki bara hérna yfir og allt í einu komum með það flottasta sem lítur vel út en er ekki eins af því að við skilningurinn verður að vera til staðar alveg frá grunninn. Þannig að hérna það er svolítið erfitt að útskýra þetta en þetta er basically þannig að þú veist að þegar ég kem út og hérna einmitt var að taka þátt í keppnum og svona að þá fann ég alveg sko vanmátt minn á ákveðnum stöðum sem var ákveðin skilningur eða sem þetta skilja, en samt tókst mér að með hinu sem ég hafði sem var hérna, hvað maður segja, hugmyndafræðin, þú veist, framsetningin, hún var allt, þar eru við mjög framalega, þetta er svolítið skrítið, við erum svolítið svona, við höfum óbúðslegt hugmyndafræði hérna og fólki fann skrítið og kom, vá, hvernig gerir ég þetta? Þú veist, við sjáum einhvern veginn hlutina öðruvísi, það er þetta stökk sem við tökum og erum svolítið hérna, frumkvöðlar en við stundum vantar okkur hennan basic grunn til þess að vera stabíl, skilur mig. Þannig að mögulega var það að vinna með þér þarna að interneti var ekki til staðar og þú gast fengið upplýsingar fljótt út af því þú þurftir að fara lönguleiðina og hún bara krafðist þess að fórst í gegnum grunn. Já, og þessi nálgun sem að maður hafði þar að segja að stökkva yfir þetta þrepp og bara búa til eitthvað allt annað, það heillaði þarna úti, þú veist, það var eitthvað nýtt sem eru ekki séð áður. Þetta var svolítið sérstakt, þannig að svo einmitt þarna förum við í nokkra keppni, nokkri saman og förum að kynnast þessum heimi bæði í Svíþjóð og í Danmörku aðalega og þetta kemur í rauninni að, ég fór að keppa sem með kokkalandsliðinu, við fórum heimsmeistaramót, ólympíuleika og alls konar, þetta var gríðarlega mikil lærdómur, þú veist, lífið mér snerist bara um þetta, ekkert annað. Það bara bakariði vinna og svo keppa og þarna lærði ég líka, þú veist, að til þess að keppa að það er ekkert bara svona, þetta er bara prógram, sko. Og þú þarft að vera, veist, að sýna fagmennsku, þú veist, í því sem þú gerir, er ekki bara að setja eitthvað saman, þetta er hvernig þú undirbýrð, þú veist, hvernig þú planar þig, hvernig þú vinnur, þú veist, professional. Þetta er eins og fara inn á Michelin-stað, og kokkarnir þekkja það mjög vel, að það er bara svona, það er herægi, sko. En það er að því að það er virðing fyrir öllu, ekki til spillis og nýtir allt vel, skilur hvað þetta gera, hvaða bragður þetta náðu út úr þessu og annað, sko. Þetta er bara, og það lærði ég rosa mikið með kokkunum og í kringu þá og vinur minn hérna kokkur Hákon Már sem að lenti nú í öðru sæti í hérna, eða þriða sæti í Púkustór kenninni að ég var mikið í kringum hann og með þessum strákum öllum og hérna lærði mikið af þeim og þegar ég tók síðan þátt í kemur það kemur stór keppni sem er haldin hér þá Belgian Chocolate Award. Það er bara eins konar heimsmeistaramót. Já, það var, þetta heitir International Belgian Chocolate Award, heitir í dag World Chocolate Masters og þá er þetta frá bara þjóðum, bara alla þjóðir heims geta svo sem tekið þátt og það þarf að vera forkeppni í hverri álfu og fyrir sig, sko. Og þegar að ég fór að hugsa um þetta mjög mikið og hérna þetta var eftir að ég hafi tekið þátt í Íslandsmeistarkeppninu, unnið hana einu sinni, tók aftur þátt og lendi þá í öðru sæti og framundan var þriðja allavega keppnin í kökuskreitingunum á Íslandi. Já, og eftir hvort það var 1,5 ár var þá keppnin í hérna í þessu, eða 2 ár í Belgian Chocolate Award og það er gefin út svona þemað í keppninni og bara allt sem það á að gera og svona og ég fer að lesa þetta og það kemur hérna bara svona hugljóminn bara í hausinum, sko. Hérna kemur þemað og hvað á að gera og hérna þetta var bara allt einhvern veginn svo klír fyrir mér hvað ég átti að gera og ég byrja að æfa mig fyrir þetta og hérna Það eru 2 ár í keppnina? Það eru 2 ár í keppnina Og bara fyrir þá sem er ekki nýjus þú ættir að búið til skúlptúr, eða ekki? Jú, ég ætti að búið til skúlptúr og þemað var? Það var Oriental Mystique. Ok, einhver austurlensk dölúð, já. Og nei, þú veist, það sem að maður hleypur svo hratt yfir þetta allt saman. Nei, allt í góðu. Það sem að þá var nefnilega kökuskreitingakeppnin líka, þannig ég hugsaði, ég ætla að taka þetta allt saman. Ég ætla að nota sama þemað í
kökuskeytingakeppnina, svo fer ég í forkeppnina og ég ætla að ná í aðalkeppnina, skilur við. Þannig að þrjár keppnir á leiðinni. Okay. Og sko, maður hleypur svo hratt sko, á þessum tíma ofsalega gróska hérna heima líka. Það var ofsalega góðir hérna menn að flytja inn vörur sem að og góð hráefni og svona, og kom okkur í samband líka út í heim, eins og til dæmis í sambandi við að komast á námskeið hjá frægum svona sefum, kokkum eða desertmönnum og svona, eins og Valrhona sem mjög frægt súkkulaðifyrirtæki, að gaf okkur kost af því að við gátum farið þangað til þess að námskeið til að læra af þeim bestu og læra ákveðna tækni og annað. Þetta er allt að gerast þarna, við fórum mikið út og vorum að keppa, samt vorum að vinna líka sko á fullu. Þú getur ímyndað, við vorum ekki að vinna bara 160 tíma mánuði. Já, einmitt. Skiljum mig, þetta var... Þessar keppnir og svolítið, þetta er bara aukalega við vinnuna. Já, auðvitað, þurftir að fá frí og eitthvað svona, en þetta var bara, eins og maður segir, maður var bara að vinna, þegar maður búið með vinna, þá var maður bara farin í verkefni sitt, sko. Og að þróa ykkur að þessu köku eða konfitmólan eða hvað það var. Og allavega, þá ákveð ég þetta, að ég nota þetta þema í þessu, skilur, í Íslandsmeistarkeppninni til að byrja að pússa þetta til, og svo tek ég keppnin í Danmörku sem var þá keppni á milli Dana, Svía og Norrlanda þjóðana, og þetta var gríðarlega, þetta voru 2 ár og ég æfði mig alveg gríðarlega, ég notaði menn eins og Hákon Má til dæmis og aðra kokka, Sturlu Byrgis og bara Völla Snæ, það var allt menn sem þetta var svona mikill hópur sko, og fekk þá til að meta það sem ég var að gera, leiði allum að smakka hvað finnst þetta og lalalala, ég hafði góðan hóp í kringum mig. Síðan kemur að Íslandsmeistarkeppninni og það einmitt einn af þeim betri sem við eigum í dag, Ásgeir Sandholt, að betri konditorum, og ég hef vunnið mikið með honum, og það bara, ég glemis aldrei, þessi keppni var bara svona eins og, bara smá sýning, skilur, þetta var bara gaman fyrir mig, skilur, og gekk óvislega vel og bara rúllaði hann upp. Og hvað varst að sýna þarna? Var það kökur? Þá var ég gerði í kökuna og ég gerði svona skúltúr sem ég kom með þarna og uppsetningaborðinu var í svona oriental stíl og allt þetta, sem var svona undirbúningu fyrir hitt, sko. Og það gekk óvislega vel og það bara, það sem við vorum búin að vera að læra saman úti, hvernig átt að búið til kökur og setja saman, ég var að nota í rauninni allt þetta, skilur, sem ég var að læra og hvernig þú setur saman bragð, bragð og annað, þetta skiptir gríðarlegu máli, uppsetning á köku, þarf að vera ákveðin, þú skerði í hana, þá þarf hann að vera ákveðin, þetta er svona, þetta er rosalega svona, þetta er ekki bara einhver kaka og einhvern veginn sett saman og svo bara hún sé eitthvað góð, hún þarf að hafa samspil af bragðum og öll bragð sem hún velur þurfa að ná réttum balans í öllu, skilur. Og allt bara útpælt. Þetta er allt útpælt. Og þú sagði þarna og æfðið mjög mikið, ég meina hvernig lýsir það sér? Ferð þú þá bara einn inn í eldhúsi og ert að búa til einhvers konar bara sýningagrip sem á að bragðast vel og hafa réttu áferðina og allt saman? Ég bara æfið með að búa til kökuna aftur, hvernig músin, að stilla allt af, þú ert að stilla eins og bara ekki á mikið súkkulaði, ekki á mikið matarlím eða ég þarf að laga þetta svo þetta bara komið betur fram og skilur við. Og passaðu það á að fá gagnrýni frá þessum gæjum sem umkringdi þig. Þeir voru ekkert að segja bara, jú, þetta er mjög gott. Nei, því að þeir voru líka í þessum heimi, þannig að menn skildi þetta og þeir voru að dæma þetta út frá þessu. Ekki bara því að hann var lítið vel út og væri svo góð á bragði, heldur bara, vantar kannski aðeins meira svona og svona, þú skilur við, og þá bara var maður að vinna í þessu öllu, tók tiltali, hlusta á menn sem ég treysta á. Og svo fer ég í þessi keppni út í Danmörku sem var undankeppnin og þar hitti ég í fyrsta skipti hópin frá þessu stóra fyrirtæki sem heitir Callebaut sem er súkkulaði fyrirtæki, risa súkkulaði fyrirtæki sem að sér með allt, arrangera allir þessu dóti og þarna kemur fólk og dómar að þaðan og svona og það skiptir svo miklu máli líka að vera svolítið svona. Þú veist að kynast fólki að vera almennilegur, vera, jákar, reyna opinn, og þetta láði einhvern veginn svo vel fyrir mér. Ég
kynntist fólkinu rosa vel, en svo var keppnin og ég bara, þau voru bara undrandi. Þú veist, þau sögðu, ég veit að þetta má ekki samt, nú er ég bara að segja einlægni hvernig ég upplifði þetta. Þau komið bara til mér og sögðu bara, hvað, ég fekk mér þess að sko á þessum tíma því að ég fekk svo mörg stig í keppninni að ég hlaut svona þessu bara með þessum stigafjölda núna að þá ert þú bara komin í svo kallan ambassadorklúbb. Þá ertu valinn til að vera ambassador fyrir belgískt súkkulaði, Kallebát. Okay. Mér var tilkynnt þetta þá bara, þau voru alveg bara, þetta var rosa gaman og að fá svona mikla athygli og þau bara byðu spenntið þegar ég kem í aðalkeppnina. Og þannig þú alveg áttað á því, ég er bara mjög góður á alþjóðavísu. Þetta er ekkert bara náttúrsbæra á Íslandi. Nei, já, þannig er ég svona áttam á því, en ég var bara svo, út af því að ég var að vinna með kokkalandsliðinu, við vorum búin að vera að fara erlendis, búin að sjá margt og ég var komið með svolítið banka, kannski sem ég gerði mér ekki alveg grein fyrir en það var það sem að, allir þessi vegferð á leiðinni, allar þessar keppnir og vinna með kokkunum skipti mjög miklu máli fyrir mig, sko. Því að þá fekk ég einmitt þess að sýn inn í hennan heim því að vera að gera orginal góða hluti, það skipti máli og hvernig keppnir virka, sko. Og síðan bara byrja ég að undirbúa mig fyrir aðalkeppnina og það var bara, ég fekk einmitt náttúrulega með aðstöðu upp í bakari og svo var ég með aðstöðu niður í þetta Fastus fyrirtæki, einmitt hefur verið mjög duglegt að hjálpa, setur upp eldhús fyrir Mendis AFSI sem að keppa eins og fyrir Púkustór og fleira. Það bara, byrjaði fyrst að æfa alla hlutina, svo var bara tímaprógrammi, skilur. Þetta voru 2 dagar. Á þessum 2 dögum áttum maður að búa til risaskúltúr, köku, sem þurfti að vera nokkrar kökur, deserta, sem var borin fram fyrir dómnefnd og svo 4 tegundir konfektmálum. Og þú fær bara eitthvað tíma glugga, tíma ramma og sen er bara tími búinn, þetta er bara svona smá eins og í einhverju sjónvarpsþætti. Þú bara þarft að gera þetta, vera svo undirbúinn að handtökin eru bara svona, þú veist. Já, þannig þú ert búinn, það sem þú gerir í keppninni, þú ert búinn að gera það aftur og aftur og aftur. Já. Bara eins og Michael Phelps að stinga sér hún í sundlaugina, hann gerir bara sömu sundtökin eins og hann getur. Það snýst það, þú veist, fyrstulega búinn að fullkona þess að þú ætlar að gera, svo þú ætlar að fullkona tíman og það getur alveg verið tricky, þú veist að þú ætlar að gera svo flotta hluti að ná því inn í þessum tíma er bara rosalega mikið skipulag og rosalega mikill ægi og og það var það sem ég gerði síðan bara í árið undan árið sem keppni var, æfði bara fullu og tímaprógrammi var tekið alveg bara lið fyrir lið og svo er það að vera á staðnum með allt, sko, sem er með allt skipulagt, alveg hreinn og flott, skilur við, þetta snýst bara það, bara að vera alveg og panik ekki, en vera tilbúin að, þú veist, að getur alltaf, þú kemur inn svona allt annað eldhús, allt annað bara hitastig og alls konar svona vesen sem þú mætir, að vera tilbúin að takast á það. Og það er sko, ég elska að við séum að tala um einhverja súkkulaðikeppni hérna og þetta er bara eins og bara heimsmeistaramótið í fótbolta eða þú veist, það er bara, þú ætlar að skara fram úr þarna og mættir á stóra svið og það er bara pressa. Já, þetta var bara, sko, ég er að segja líka og svo þegar ég kem í þessa keppni, þú veist, þetta var ótrúlegt, þú veist, það bara að tekja á mót okkur, þú veist, og við förum á allir á okkur hótel og öll sömul og svo náttúrulega er bara komið inn í höllina sem að keppnin er haldin í, bara svakalega flott, þú veist, bara svið, skilur við, og básarnir okkar, skilur við, og ekki brúin við það, heldur, þeir sem eru að koma að dæma, þú veist, það eru stjörnur, sko, það er bara, þú veist, það eru bara þeir sem við horfum á, bara, þetta er bara guðir fyrir okkur, þetta voru snillingarnir úr heiminum að dæma okkur. Og eitt er með mjög minnistætt, þannig að ég kem frá Íslandi, það er enginn tekið þátt áður, og sem við vissu bara Ísland, hvað súkkulaði, þú veist, eða skilur við bara desertgerð og ég spurði mitt, ég var óhrættur alltaf að spyrja, það var ekki það pæla, en ég fann það þarna, í fyrsta skipti svolítið skrítið, að ég spyr eitthvað svona dómnefndina, hvort að súkkulaði sé tempra, eða svona fyrir okkur eitthvað svona vélar þarna, og það kom svona bara, you don't know how to temper chocolate, þú veist, kannst ekki vinna með súkkulaði, þú veist, ég fekk svona, það kom smá hróki þarna, sko. Já. Og ég bara, ok.
og það var, þú veist, ég var alltaf bara smápeð, sko. Þarna var einn mjög frægur sem heitir Pierre Marcolini, hann frá Belgíu, bara einn af frægustu súkkulaðgerðarmönnum í heimi, rosa flott og bara dýrkaði hann, sko, og dýrkaði vöruna, sko, og hann var dómar hann og fleiri. Síðan fer keppnin í gang og ég bara, þú veist, að gera það sem ég að gera og var búin að aða mig svo vel. Mér leið bara óbáslega vel og bara allt gekk bara mjög vel og svo ég að sjóða eina fyllinguna sem fyrir súkkulaði, sko, að sjóða hann og þarna var svona nýtt sem að ég hafði kynst, vissi ekkert hvernig þetta var út í heimi en það var svona kallað tonkabín. Og þetta moment var mjög sérstakt fyrir mig þess að ég að sjóða, þú veist, og að gera og þá kemur svona lykt, sko, af böninni. Þá kemur Pierre Marcolini alveg bara labba fram hjá og snýr við, þú veist, og kemur alveg bara alveg, hvað, ertu með tonkabín, segir hann. Og ég bara, já, veistu, alveg bara þá allinu, veist, allir bara dómarinn komnið, þú veist, og það fyrir svona kvikna áhugi, hvað hann að gera, strákurinn. Ok, gæðin sem kunni ekki að tempra súkkulaði. Sem að bara byggust ekki við neina, sko. Eftir þetta atriði, þá var alltaf meira að dómarinn voru að skoða hjá mér. Þarna voru síðan áhörundur líka. Það var fullt af áhörundum, sko, í salnum. Bara stúkur og þú veist, og fólk að labba og skoða hjá manni og þannig þú ert að vinna undir, sko, bara augum, ekki bara dómarana heldur líka bara almennings. Því það eitthvað sýning í gangi og svona. Já. Þannig þú ert að vinna undir augum almennings líka þarna. Þetta var ótrúlega, þú ert í alveg á stóra sviðinu. Og hvernig fer? Ég mér aðeins að ég verða að fá að segja þetta. Ég held þú verða að fara að hætta svo, ég til að heyra meira. Síðan nefnilega í þessu, þá svo margt, þannig fólk að vinna bakvið sem tengist þessu fyrirtæki. Við hliðina maður var, í bás var, Belginn sem var að keppa og við maður alltaf að fara á bakvið og fýblast eitthvað í mönnum, þú veist, bara svona djóka og svona hafa gaman. Og þá verður svona, þú veist, þegar menn voru svo stífir, skilur. Það var rosalega stíft andrúmsloft, sko. Og En það líka lítið sem má klikka? Já, en ég var rosalega eitthvað svona, ég veit bara uppaskarinn sem var sem var frá fyrirtækinu, ég var alltaf fýblast í hennum og ítt honum til hlýðar, þú veist, það var að vaska upp pottið minn og sagði, ég gerði það bara sjálfur. Þú veist, þegar hann kom hlaupandi, skilur, og bara, það var bara svo gaman. Ég held bara, þú veist, það skein bara í gegnum mig, þú veist, bara eitthvað, að ég naut þess að vera þarna, sko. Síðan síðan eftir fyrsta daginn, þá var mitt, þá segir annan daginn þegar við byrjum, og þá segir kona eins dómarana sem var yfirdómarana, sem man ekki nafnið á mjög frægum maður, ég bara manna ekki augnablikinu, en hún segir við konuna mína þá að maðurinn hennar hafa sagt henni í gær að það var eitthvað við hann Íslending. Ég held að þessi Íslendingur sé bara að fara að sigra þetta, segir við konuna mína. Og svo heldur bara síðustu dagurinn áfram, það er mikil pressa að stilla skúlturnum upp á, þú veist, að fara með hann svona og stilla hann upp á pall og í kringum hann og bera sér kökurna fram fyrir dómaran og desertan og svona. Svo bara keppnin búin, þú veist, maður búin að klára allt, ég náði að klára allt á réttum tíma og allt eins og prógram mitt bara átt að vera og þá allt búið og svo kemur að loka serimóníu kvöldsins sem alveg gríðarleg serimónía til þess að fara að veita viðurkenningar og öll velunin. Og þá henni var frestað úrslitunum, þurfti að fresta, það máttu vera klukkan eitthvað, þú veist bara segjum 8, en þetta frestin allan svona næstu í klukkutíma, að því að þurfti að endurtelja. Það var tilkynnt að við þurfum að endurtelja stíginn. Og allir alveg bara, hvað er í gangi, þú veist, og með skrítið og allt og búið að servera kampavín og skilur og svona, bara gaman og bara spenna. Svo að fara tilkynna úrslitin og þá fæ ég vinning fyrir fyrsta lagi, fæ ég vinning fyrir bestu kökuna sem að er náttúrulega bara stórkostlegt, skilur. Færð vinning sem að þú lendir í fyrsta sæti? Já, ég velum fyrir bestu kökuna og fyrir besta desertin. Og þarna voru Michelin kokkar að dæma og menn sem eiga staði sem eru sko, levelið er alveg ótrúlega, þetta ég hef ekkert oft talað þetta, ég hef bara sjálfum sér, ég er nú bara að tala út og ég er að tala hérna á þér, það er gaman að rifja þetta upp og þetta var ótrúlega stórt. Og síðan er farið
kynnaúrslitin. Þar lendi ég síðan í öðru sæti í keppninni, overall, og Belginn sem var hérna, hann vann keppnina með 0,01 stigi meira en ég. Það var bara tilkynnt. Þessna var endurtalning. Einmitt. Og þetta var hérna, og bara frábært og æðislegt og hérna, en það var svona, það kom ekki fyrir eftir á, eftir keppnina, þegar ég fann, bara vonbrigðin, að hafa ekki unnið þetta. Ég bjóst nú kannski heldur ekkert alveg við að geta unnið þessa keppni, þannig séð. Ég bara var að gera mitt besta bara. En það komið vonbrigðin, þá fann ég mitt þessi vannmáttur sem var, og þessi kultúr sem var. Ég veit alveg hvað olli því að ég náði ekki að sigra þessa keppni. Það var bara atriði í kringu súkkulaði. Það var svona basic atriði sem ég hefði kunnað ef ég hefði lært eða kunnað grunninn. Getur útskýrt það í orðum? Já, það bara var eitt lítið atriði að þú býtur konfirmála eins og svona við vorum að búa til sem er svona plata, að þú verður að smyrja botnin með súkkulaði til að búa til botn, þú hjúpar, þetta er bara svona að því að þegar maður hjúpar, þá hjúpar maður svona höndunum. Já. Og þú verður að búa til botn úr súkkulaði til þess að geta hjúpað hann almennilega. Svo kom ekki svona ljót sár og svona undir. Já. Og þetta bara var eitthvað sem ég hafði aldrei pælt í. Og þetta var atriði sem feldi mig á þessum eina móla. Á þessum eina móla? Þannig að þetta var ekki skúlptúrin, þetta var ekki kakan eða neitt svoleiðis? Nei, það skilur, þú veist, ég veit bara að þetta var atriði sem var, þetta var svolítið magna og hérna, en ekki það, þetta bara náttúrulega, þú veist, og þetta hefur alltaf lifað með þú þarft að kunna alla, þarna þú veist, fæ ég þessi verðlaun, ég fekk alveg gríðarleg verðlaun, sko, ég fekk bara heila pallettu af súkkulaði og tækjum og tólum, sko, fekk heila súkkulaði vel og hérna, og náttúrulega var tilkynntur sem ambassador og komin þess inn í klúbb sem eru bara saman stendur af hverjum svona 100 súkkulaðgerðarmönnum í heiminum, þar að meðlega sem frægustu, sko, og Pierre Marcolini kom til mín, þú veist, eftir keppnina og hann fekk uppskriftabókina mína, þú veist, til þess að hann vildi fá hana. Ok, þvílík viðurkenning fyrir þig. Já, þetta var bara maðurinn sem var yfirdómarinn sem ég kann ekki bera frá nafni, en hann rak mjög stórt fyrir því, hann bauð mig vinnu, sko. Skilurðu? Það kom fullt bara gerðist rosa mikið þarna og þarna var eiginlega eftir þetta var bara einmitt, hvað ert þú að fara að gera? Þú veist, það er búið að bjóða þér inn að klúbb, það er bara, og þú fara öll þessi peninga og tæki og tól og Má ég kannski spyrja þarna, út af þú ert þarna að hugsa hvað þú ætlar að gera, ertu þarna að reka bakaríið heima á sama tíma, hver er vinnan þín þegar þú ert að gera þetta? Já, þá er ég bara í bakaríinu heima. Ok, og sérðu þarna fram á að tækifærin sem þeir eru að bjóðast eins og þessi maður sem býði vinnu, ég meina, er það bara vel borgað, er þetta eitthvað sem þú getur hugsaði bara þá að gera fyrir restina af lífinu, getur aðeins svona sagt mig hvað, af hverju þú ákveður að taka þá ákvörðun sem þú síðan endanum tekur? Þarna, sko, í rauninni að því að ég kannski glem að segja frá áður að árið 97 þegar ég var að klára að læra konton út í Danmörku, þá komu mamma og pappi út, sko, ég reyndar, við eignuðumst barn, ég og konan, Elise kona mín, eignuðumst barn úti og þau koma og þau byggðu okkur svolítið að koma heim og hjálpaði með bakarið. Af því að þá var svona svo erfið tími, það var ákveðið breyting, þú veist, það var komin samkeppni og þú veist, það var að breytast í Mósesbænum og svona. Og það var svo ákveðin sem að ég og konan tókum saman að koma heim, en gegn því að við fengjum að gera, kona mín er náttúrulega, þú veist, hún hefur alltaf verið, þetta fagurfræðilega við hliðina á mér, skilur við, þú veist, það er að segja að binda endanhútan, þú veist, skilur við, ég var alltaf að geta að treysta að hún getur svona sett eins og bara með comfort box eða, þú veist, skilur við, og bara hugsa búðina. Við vorum mjög samstíga í öllu svona, hvað okkur fannst fallið, hvað okkur langaði að gera og svona. Og höfðum alveg hugsað okkur að fara til Frakklands bara, læra meira og vinna. En við ákveðum að koma heim og taka þátt í að byggja bakarið í samkeppninni og allt þetta og breyttum semst öllu bakaríinu upp í Mosó. Bæði breyttum tókum allt í gegn framleiðsluna, búðina og það er í rauninu upphafið okkar svona Mósesbakari sem er í dag. En þá vorum við komin svolítið á kafi í það, að vinna það, var mikil vinna, þú veist, að breyta
fyrirtækinu fjárfesta að byggja og svona. Þannig að þú veist, í rauninni bara var hugur minn heima. En ég hugsaði að ég þurfti að gera eitthvað og það var náttúrulega, ég búin að vera fikta með súkkulaði eitthvað svona, en þá ákvað ég að fara og gera minn fyrsta súkkulaði kassa, sem voru 3 kassar, þessi trékassarnir sem ég bjóð til. Þetta fór bara, þannig að fekk ég þetta og kom með litla súkkulaði vel og þarna byrjaði ég bara í litlu herbyggi, bara pínlitlu herbyggi í bakaríinu, að vinna að búa til þessa móla og búa til þetta koncept sem síðan HR Confect eða er mitt í dag. Og það var ekkert, þú veist, hitt var rosalega heillandi, þú veist, að fara út og það kom alls konar tilbúð, en það sem ég fekk í staðinn eins og var, ég ferðaðist rosa mikið, mér búið á svona alls konar, svona seminar, þú veist, það sem að fórum 2 ári á svona, það sem hittust allir, sko, þessir 100 súkkulaðgerðamenn, bara í 4 daga, þú veist, bara geggjað, sko. Þannig náttúrulega kemst ég inn í allan heiminn. Einmitt. Ég ferðaðist til, þú veist, Frakklands, Belgíu, Brasilíu, þú veist, svo endaði ég með að fara að vinna í Dubai setna og þú veist, það bara... Varst ekki þar að þjálfa upp einhver aðra kokka? Ég var fyrst, sko, þar var ég að vinna með, það kom bara setna, það var ég að vinna með, öðrum kokkurum öðrum löndum í að búa til framtíðar, þetta var sturla dæmi, sko, búa til framtíðar, við vorum kallað Dream Team, setti svona saman, ég vann með ótrúlega færi manni sem er yfir Culinary Institute of America, hann er kallað Dean þar, kallað Dean sem er bara yfir öllu, hann hefði verið að keppa áður á keppnum sem ég mitt hefði verið og séð allt eftir hann og æðislegur, sko, en okkur var flogið til Dubai og áttum að vera þar í 4 daga fyrst til þess að undirbúa þetta, eða vorum alveg í heila viku held ég, já, að undirbúa ákveða hvað ætlum að gera, tekna allt upp, kynnast, sko, það var svo crazy, sko. Það bara gerast það staðan? Já, bara við áttum að gera það og svo endaði þannig að ég flög heim og svo flög ég aftur til New York til hans í skólan, við ætlum að vinna það sem við vorum að gera. Þar var ég 1 viku að undirbúa að vinna allt saman, meðan var verið að byggja allt og gera, þú veist, út í Dubai, það sem við þurftum að fá. Þetta er bara sturlað. Síðan flýg frá New York til Dubai og þar erum við einhverja 2 vikur eða að vinna þetta verkefni og vinna elda fyrir Shakein hana, vorum að vinna í hans, sko, lokali. Þetta var alveg gjörsamlega trufla, þú veist, allt til alls, bara fórum í höllina að elda fyrir hann, mjög sérstakt, sko. Hvað varst þú að, þá var ég bara með Destin og Confetti. Ok. Já, við vorum 2 saman með það projekt, sko. Ok. Við þurftum síðan að endan að útbúa risa hlaðborð af desertum og sem áttu að túlka framtíðar svona keppni. Það var allt ætilegt. Það var bara komið síðan, við vorum svona eins og, þegar við mættum í þessa höll, sem var alveg risa stór og mikið að gerast, það var búið að tjálta svona inn í miðjunni, svona eins og svona bara, eins og þeirra hljómsettir inn í einhverju og það var bara, þar voru við að klára að setja allt upp, svo var bara rock and roll, við erum champions og bara ljósasjó og læti og svo liftist upp, skilur, þá voru við stjörnunar hann inni og svo kom, þú veist, fyrst sko, Shakein, þú veist, til að koma og smakka og svo kom allir, þú veist, og við vorum að servera svona tækni og svo heldum við ykkur svona námskeiðarna og svona fyrirlestra og þetta var alveg trufla, sko. Þannig að rockstjörnu draumurinn á trommónum að einhver leiti rættist nema þú varst bara að búið til deserta. Já, þannig að það er rauninni, sko. En þú veist, þetta er það sem svona getur verið gaman með, þú veist, allt þessi viðurkenningar er gaman að fá viðurkenningu fyrir það sem maður gerir. Og þetta er búið að vera ótrúlegt, sko. Þetta hljómar er svona rosaleg gróska og bara, ég meina, lærdómur og þú að ná öllu fram í öllum þessum keppnum og í uppbyggingu að þessari stóra heimsmeistaramóti, ég má kalla það. En eins og þegar þú kemur heim, fannst þér alveg líka svona detta í sömu, varst að vinna út frá sama áhuga og eldmóði í tengslu við að búa til HR-línuna? Já, sko, málið er það, fyrstulega, þú veist, þá var ég náttúrulega líka að byggja upp með mamma og pappa og konunni minni og systur minni. Þá vorum við að byggja upp bakarið og þá hugmynd var líka, það hafði ég löngu, skilur, óskað mér og sett upp í
í huga með hvernig bakari átt að líta út í framtíðinni og það voru ákveðið markmið þar til það var eitt af því var að opna eina búð í bænum og þar kemur Hermann Britti sem myndist á kennari minn að við keyptum á honum bakari nýra Hálandsbraut, þar var hann með bakari og það var alveg draumur, þetta er alveg frábær staðsetning og tókum við því bakari og síðan var náttúrulega allt sem við gerum síðan við fluttum bakari upp í Mosó og annan stað og við gerum búðir mjög fallegar og flottar með æðislegu fyrirtæki út á Ítalíu sem heitir Costa Group. Það hefði ég séð fyrir 10 árum áður og var búin að vera svona spottað á og reyna að vinna í því, þú veist, að fara út í þetta. Þetta var allt öðruvísi heldur en allir voru að gera og óbærslega flott, sko. Þú veist, það er ótrúlega mikið sem gerist á þessum árum, en þannig eru bakarinn í dag og þetta gerist 2006 og 2007-2008, þá er þetta að gerast að vera veruleika og bakarinn líta svona út og verða ótrúlega flott og bara sem er rosalega stoltur af og þitt sem var að vinna á baka var með Tower Confetti líka og það var það það sem ég kynntist allt í gegnum það bæði að finna pakningar súkkulaðivélarnar sem ég keypti, þú veist, að finna þær og þær voru keyptar frá Ítalíu líka, ítalskt fyrirtæki sem heitir Selmi og það er bara allt svo fallegt, ég elska Ítalíu, sko. Ítalía er bara, sko, svo ótrúlega flott land og allt sem ég gera er svo flott. Það er ekki bara líka góðvara og með góð tæki og annað heldur bara, það eru fagurfræðilega settar upp, skilur við. Það eru svo ótrúlega, sko. Þannig að í dag er súkkulaði, vinslan mín er með Selmi-tækjum og sett upp bara síðan eins og bara draumur, þú veist, öll tæki og tól og það er ótrúlegt hvað búið að gerast á þessum tíma. Hvernig gekk þér að, ég meina, út af nú er Mosfellsbakari fjölskyldufyrirtæki og þú kemur heim og þú bara svona, það er þitt verkefni. Ég meina, þurftir að umbreyta, mér bara svolítið fyndið að skeignast inn í, sko, við hvaða raunveruleika þið bygguð á þessum tíma á móti því sem er að gerast í dag. Ég meina, í dag er, þú veist, brauð og kó er búið að ríða við landið og það er verið að opna svona konditor og lítil bakari þar sem er verið að fá mjög mikið að bara svona ég meina, mér líður eins og að sé allt til og miklu meira til heldur en bara ostaslaufa og skinkuhorn. Ég meina, hvað áherslum þurftið þú að breyta þarna og var það erfitt að koma með nýjungar inn á markaðin? Já, þú veist, sumt og sumt ekki. Sumt gekk náttúrulega mér mjög vel. Auðvitað allar svona breytingar eru náttúrulega svo góðar og fengur náttúrulega bara nákvæmlega sem viðbrigði eins og bara brauð og kóa núna í dag og svona. Þú veist, þetta var bara mjög jákvæð og góð uppbygging. Sumt var náttúrulega erfitt að selja þetta. En eins og maður segir alltaf, sko, góð lukka er bara svona, þú veist, stígu bara hægt. Já. Ekki rjúka upp, sko, og falla svo. Heldur bara svona, þannig að ég er vonað, þú veist, eins og bara bakarið, og náttúrulega konfetti hefur byggst upp bara hægt og rólega. Alveg búið að vera, þú veist, töff, þú veist, fyrst var ég náttúrulega bara að vinna einn alveg, allar sólarhringinn, þú veist, alltaf að vinna og eftir að bakarinn voru farnir, þá þurfti ég að vinna, þú veist, þannig að ég var að vinna svona á kvöldin og nætunar. Og bara til þess að fá pláss í vinnu? Já, og fá, sko, það var ekki kveitirík og, þú veist, þetta var bara alls konar svona sem ég þurfti að aðlaga, skilur. Þannig að, þú veist, svo einmitt fæ ég vinslu hérna niður á Hálandsbraut, ég gerði hann á bakvið þar fyrst, sko. Og síðan, svo flytti ég hann að setna á annan stað, því að það var á lítið, skilur. Já. En svo eins og í dag, þú veist, ég meina, það er bara frábært, ég meina, þegar einmitt koma, þú veist, það er bara þetta er bara nauðsynlegt og það verður að vera, það er frábært að sjá þegar að koma eins og núna í dag þetta er Gulli Arnar þetta er bara geggjað og það er svo gaman að sjá þetta er þetta að gera hlutin, láta verða að honum og bara hella sig, þetta er ekkert auðvelt, þetta er bara brjálu vinna og það er það sem að fólk þarf að, ef þú hefur passion fyrir einhverju, þá er það ekkert bara það sem gerir bara milli 10-12 eða skilur mig. Það er bara, það er í höfðina að þér þú ætti að vinna við allum tímum sem þú getur. Þetta er fórn, skilur, að byggja upp svona allt þetta. Þú farið ekki bara að fara námskeið og koma svo heim og vinna. Skilur hvað með, þetta er bara miklu, miklu meira. Kviknar einhver eldur í þér þegar þú sérð eins og bara Gulla Arnar opna þarna bakari á sko út af þú talar að Háletisbrautin var á svo góðum stað ég meina hann að taka frekar áhættu að skrifa og opna þarna í Hafnarfirði bara innan einhver svona iðnaðarhverfi en þar að búa til bara framúrstefnulega hluti og
kynna þá fyrir fólki bara á Instagram, þú veist, ná það svona til minna kynslóðar og útskýra hvernig hérna konditor er að gera þetta út í heimi. Veist, hvað upplifir þú þegar þú sér þetta? Er þetta svona, sérðu sjálfa það einhverju leiti í þessu? Já, ég gerir það vissulega. Þetta er náttúrulega breytti tímar, þú veist, ég meina, eins og ég segi, netið, Instagramið og allt þetta, þú veist, þetta er orðið svo aðgengilegt allt, sko. En mér finnst þetta bara stórkostlegt og hérna, já, ég finn alveg og sé sjálf á mig og finn hérna og bara, mér finnst þetta bara svo frábært, alveg eins og þegar Gústi og Bröð og Kó opniðu, þú veist, þetta var bara, þetta er svona feskur andvari, þú veist, þetta er líka svona ítir við manni, þú veist, að muna, það sem að, þú veist, að það skilir staðan ekki. Einmitt. Og hérna, en þú veist, þetta er bara, og það er alltaf pláss, þú veist, það er alltaf pláss fyrir góðar hugmyndir. Það er alltaf pláss í bakgrunn, alltaf pláss í súkkulaði. Því að þú veist, ég sé alltaf sko, samkeppni bara einu góða, en þess að það eru alltaf einhverju punktar, snertiflötir þarna, sem ykkur er ekki að sinna og þú getur sinnt. Það er bara að vera nógu, þú veist, opinn og fá hugmyndinar, þú veist, ef þú ert með persónu fyrir þetta, þá ertu algjörlega að fara að geta búið þetta pláss á markaðnum hvernig sem er. Og það erum að tala um hann Gústa í Bröð og Kó, hann lærði hjá þér? Já, hann kláraði konditor námið hjá mér, já. Og hann talaði um að komast inn til þín var bara, þú væri guðfæðurinn þarna og hann var bara starstruck yfir því og hann er nú ágætis rockstjarna sjálfur. Já. Já, ég veist, eflaust, það voru hann var mjög skemmtilegur og er mjög skemmtilegur náungi og hérna læriði mér og gaman að sjá hann blómstraði sem að hann var að gera og oftur að blómstraði ykkur fleira líka. Og það var margir sem hafa komið og lært og svona, ég held að hérna, ég hef aldrei beint lítið á það þannig, skilur, en þú veist, ég hef bara lagt mitt á mörkunum og í dag, hefur alltaf fundist gott að gefa af mér þetta sem ég kann og mér finnst það bara, það er í rauninni bara bæði lífsnauðsynlegt fyrir mig og það gefur mér svo mikið tilbaka, þú veist, að hérna, að reyna að hjálpa, en stundum finnst mér ekki hafa neitt að segja, skilur, en já. Svona er það bara. Svona er það bara, en þú veist, ég meina, það hefur samt, þetta er alveg sem þegar ég var að leita að minni, skilur, mínum að læra, menn voru bara, já, ekkert mál, þú veist, þau voru ekkert að hugsa, þú veist, ég þarf að kenna þér þetta alveg, skilur, þau bara gáfu af sér. Og eins og ég hef alltaf sagt að uppskrift er ekkert bara, sko, uppskrift er eitt, en hvernig þú framkvæmir hana er bara í þínum höndum. Þannig að gefa frá sér uppskrift er ekki til neitt sem heitir leyndamál. Því það skiptir bara máli hvernig þú framreiðir hlutin úr þessari uppskrift þegar þú getur alltaf bættið ímyndunaraflinu, skilur, hvernig gerir þau, búm, búm, búm. Og líka bara sjá eins og það sem þú ert að gera og ég bara sá núna síðast sko páskaeggin sem þú mást að gera. Þetta er, og veist, ég vil ekki tönglast ómikið á því, en þetta er listaverk. Þú ert ekkert bara, þetta er ekkert bara súkkulaði eða hérna súkkulaði úr einhverju jóladagatali, þetta er bara list sem þú ert að búa til þetta. Þarna fer maður einmitt bara að leika sér, skilur, og þarna er verið að leika sér, þú veist, og þetta snýst bara hérna, þetta, þú veist, að gera eitthvað, þú veist, og einmitt, snýst að koma sér í fallega pakningur og framsetningu, en þetta er náttúrulega bara, páskarnir er bara fjör, sko. Já. Það er bara fjör að mæti vinna þá, sko. En árið 2010 eða 11, þá færðu heilablóðfall. Já, árið 2010, þá fekk ég heilablóðfall sem að var ansi alvarlegt, sko, og hérna var fluttuð til Svíþjóðar í aðgerð og það var svolítið rosalegt. Hver var aðdragandinn? Þetta var bara, sérst, í rauninni, þetta var meðfætt, þetta sérst, er þannig að ég var með æðagúla í höfðinu sem kemur í ljós þannig síðan, sko, að hérna, það hafði blætt eitthvað gerst, bara svona eitthvað átök og stress og svona og stressi í lífinu, guðminn góður, þú veist, í kringum allt þetta, þú veist, álægið og hérna hefur náttúrulega aukið það að þeir poppa upp og hérna þarna sérst, kom blæðing sérst, úr einum og ég fluttur út á spítalan og gerði aðgerð, það voru 5 æðagúlar í höfðinu, þeir gáttu laga 4, þurftu að skilja einn eftir sem var bæði lítill og á erfiðum stað og ég þarf að lifa með hann, skilur, og passa mig að hérna, og passa mig svolítið, sko. Og það tók ég á mér opaslan tollar að segja að þrekið er annað, heldur en, þú veist, ég er bara ekki lengur þessi ungi brjálaði drengur hana.
En hvað gerir, þú farið heila blóðfall, ég meina, þú farið út með því aðgerð, það eðlilegt, eða var þetta ekki áfall, eða? Jú, þetta var hún var það alvarlega þessi aðgerð að stóð nú líka yfir í ykkur 8 klukkutíma bara aðgerðin, sko. Og bara höfuðið opnað og... Já, höfuðið opnað og farið, ekkert vita hvort ég kemur út aftur, sko. Það var bara þannig, ég var mjög heppinn og kom heim og þá var ég blindur á öðru auganu og það var ekki talið víst að það kem aftur og það kom aftur. Þannig að, ég er bara búin að vera ótrúlega heppinn, sko. Bara þakka fyrir að vera á lífi og þakka til að vera til í dag, sko. Þannig að... En er þetta einhvers konar tímamót í þínu lífi? Bara hvað var þar breytingar eða áherslur? Ég leit á það vissulega þá, það er svolítið fyndið að hugsa tilbaka þessi 10 ár, að ég hugsaði, já, þetta var nýr kapli í lífinu og nýtt tækifæri. Ég kannski fór ekkert rosalega vel með það í byrjun. Ég kannski upplega núna fyrst svona 10 ára seinna, að lífið er ekkert sjálfgefið, líkamann er ekkert eilífur, hann byrjar, maður þarf að hugsa rosalega vel sig og það er einmitt, þar hef ég tekið til dæmis, ég fór í meðferð, ákvað að taka út áfengi úr mínu lífi og það gekk svona ágætlega, það hefur ekkert gengið allt, það var alveg ekkert nökralaust, sko, en það er bara til þess að reyna að fá, verða heilbrigður, vera heilbrigður á sál og líkamann, sko. Það er reynir það sem ég reyna stundur svolítið mikið núna og úr því kemur ýmislegt annað. Ég er alltaf, svo fyrir ég að byrja að mála, þannig ég byrjar að mála, það er mín svona sköpun sem er einmitt að mála myndir og það hefur verið mjög gaman og gefandi fyrir mig. Ég hef ekkert verið að, ég er að gera þetta fyrir mig, ég hef ekkert verið að auglýsa það neitt, sko, en ég þarf alltaf að vera eitthvað að skapa eitthvað, það er bara, ef ég er ekki að búa eitthvað til, þá verð ég bara erðalaus, sko. Einmitt, og það hefur kannski bara orðið eins og þegar það verður þinn hvað segir maður, þitt ævistarf, það er það sem út af að salt í grautinn og allt þetta, þá kannski verður það of mikið út af að þú ert búin að vera að skapa í tengslu við súkkulaðið, þá kannski var það bara aðeins svo mikið álag og þess að þar. Já, á endanum var það örglega það og en í dag er ég náttúrulega með ótrúlega gott fyrirtæki, með ótrúlega gott starfsfólk og þannig að í rauninni stýst hjá mér að vinna með mínu fólki, og bæði að gefa mér og hlusta á þau og að þau, það er aðri sem eiga blómstar líka, eins og bara stelpan sem heitir Kung sem hjá mér í konfettinu og bakararnir mínir, þeir blómstri og það er kannski mitt hlutverk að svolítið að eins og í garræktinni, ég elska garrækt, skilur að bara vera svolítið að vökva og gefa smá fræ og rækta svolítið upp í kringum mig. Ok, þú ert bara komin svolítið þangað, bara mála og garðrækt og... Já, þetta veitir mér hugar og þetta veitir mér að því að sjá eins og bara í hinnu sem ég var að gera, að sjá hluti vera til, sjá hluti, það er bara að skapa eða rækta, þetta gefur mér bara ótrúlega mikið, sko. Þú veist að tala í tengslu við hljómsveitina að það var svona svolítið mikið jam og svoleiðis. Fylgdi það líka út í svona kokka konditor lífstílinn? Já, en ekki eins mikið, en það var svo mikil vinna í kringum þetta að það var alltaf bara svona eitt kvöld, skilur, og svo var það bara búið, og haldið áfram. Það var ekki svona eitthvað stanslaust, sko. Þannig að það bjargaði, þetta er svona eins og að vera með ADHD en geta eitt orkunni bara í þetta, sko. Hún fóð bara öll hangað. Og þannig að það var ekki eins mikið rock'n'roll í kringu það. En svo er ég byrjaðar aftur að spila með gömlu félagunum í dag. Við hittum svona einu sinni 2 í mánuði og bara svona spilum. Gekkja. Allir komnir úr meðferð og... Nei, ég er einu maður sem fór í meðferð en þeir eru allir bara í ágætis formi, sko. Ok. En drykkja er ekki þar. Nei, en þú ert þá í rauninni núna bara svona aðeins að bara hlúa sjálfu þér svolítið. Já, ég er bara að reyna að stilla mig af í lífinu, að því að þegar ég var þarna áður, þá var ég með svo fókuseraðar, vissi nákvæmlega hvað ég vildi og núna er ég reyninni bara svona aðeins að reyna að vita aftur, hvað vil ég, hvernig vil ég njóta lífsins núna og hvar vil ég enda, Og sérðu eitthvað svona sem áhugin kviknar? Ítalía náttúrulega heilla mig mjög mikið og ég sé alveg fyrir mér að ég vil vera gamall í Ítalíu. Ok. Og mála, kannski með lítið súkkulaði eitthvað, ég veit það ekki.
Hvað það hljóma vel maður. Það er bara hljóma rosalega vel. Með eitthvað konfektfyrirtæki og mála á daginn og alltaf gott veður og ykkur þorpið þarna. Já, þetta heilla mig alveg gríðarlega, en þú veist, maður veit ekki, þetta er svona draumur sem er hjá bæðið mér og konunni minni Elísu. En eins og með þetta tækifæri, sko, maður heyrir ofta að fólk sem lendir í svona gríðarlega stórum atburðum eins og þú talar að fá þetta heilablóðfall, að þú nýttir ekki þetta tækifæri vel, ég meina, hélst þá að vera að gera það, sástu sem bara eftir og bara, herðu, það var nú... Já, ég miskildi bara pínlítið, sko, þú veist, það var verið að gefa mér hann annan séns. Já. Og ég kannski, miskildi pínlítið að, það að, þú veist, jam og eitthvað, þú veist, skilur eða, þú veist, kannski, já, ég hef bara, þú veist, ég tók það ekki nóg mikið, þú veist, þessi ræktun á sjálfum sér, ég tók það ekki nóg vel inn þá. Þú veist, þetta snýst allt að rækta sjálfum sér og þá sem er í kringu sig. Þú veist, vera til staðar og vera, þú veist, vera heilbrigður, þú veist, bara, og vera uppbyggilegur. Þú veist, þetta er svolítið svona, jú, ég var alveg að gera það og svona, en mér fannst ég bara ekki, þegar ég hugst tilbaka, þá finnst mér ekki að hafa tekið að nógu svona, það var ekki, þú veist, ég var búin að gera allt þegar ég var búin að gera, en ég var ekki með nógu sterkt framtíðar, skilur plan. Þú vart alltaf að hafa smá fyrir fram með svona takmark sem þú ætlar að ná og gera. Og ég bara einhvern veginn var bara til, þú veist, ég var ekki með neitt markmið. Þannig að það er bara svolítið það sem ég er búin að vera að vinna í svona síðustu árin, sko. Og ég get líka trúið að þegar þú lendir í þessu öðru sæti þarna og bara, ég meina, rúlar upp öllum þessum keppnum, ég meina, þú veist, að einhver leit er það fram úr væntingum, en þá kannski vantar líka eitthvað nýtt til að miða á, eða ekki? Jú, akkurat. Eins og bara þú varst að segja, ég er rauninni bara endurorðað það, en er það þá kannski bara núna sá tímapunktur sem þú ert á, að reyna að finna bara svona svolítið hvað geti kveikt hennar næsta aftur, eða? Já, kveikt hennar næsta og hvar hann, já, ég meina, að hlúa sínu, þú veist, þetta sem ég er búin að byggja upp og búa til hlúa því algjörlega og en það kannski fer það meira eins og ég segi, gegnum að geta verið að vinna í hugmyndavinni og vinna með fólki sem að bara er að læra og þróast í þessu og svo er það bara einmitt það sem ég vil sjálfur sjá mig ég er nefnilega líka, finnst það að segja þetta sko, en það er líka til sko, það þarf ekki alltaf að gera sama hlutin allt lífi sko. Þú getur náð langt og gert, en auðvitað langar með að sjá þetta lifa, þú veist, bakaríið og konfektið, þú veist, þetta er svolítið svona, en kannski er þetta bara hluti á lífinu og svo kannski bara verður það ekkert meir. Fyrst vildi ég náttúrulega sjá þetta verða eins og Pier Marcolini og veist, allir þessi frægu menn sem heldur áfram að verður 100 ára, skilur, en það er ekkert aðalatrið. Aðalatrið að ég er bara búin að lifa gegnum hvað er að gerast í kringum í dag með fólkinu sem ég er að vinna með sko. Var eitthvað eftirsjá hjá þér að hafa ekki haldið meira áfram út í heimi eða reynt svona meira fyrir þér þar? Nei, ég sjálfur sér ekki, þú veist, ég meina alls ekki, en þetta, sjáðu hvað maður er með í dag. Frábært fyrirtæki og mamma og pappi, við keyptum mamma og pappa út úr fyrirtækinu, þau eru komin á svona, geta sinnt sínu lífi, þú veist, þau unnu eins og alla sína æfi alveg gríðarlega sko. Og skilur og þeim að þakka og fleirum skilur, þú veist að ég ekki þakka sinna mínu, þannig að maður þarf að skilja tilbaka. Algjörlega. Þetta er alveg fjölskyldu fyrirtæki. Já, alveg. En eitt með bara, mér langar að forréttast súkkulaði og svona þennan heim, út af því þú ert bara sérfróður í því og örugglega engin fróðari á landinu. Sko, það er alltaf verið að, þú veist, ég meina súkkulaði kemur frá Afríku og hvaðan af. Hverju er maður að leita að í góðu súkkulaði og hefur farið inn á bara á þessi svæði þar sem þetta bara kakóbaunar eru ræktaðar og allt svoleiðis, hefur alveg verið að kynna þér þetta? Já, ég hef farið alltaf fótt til Brasilíu þegar við fórum á kakóegrur og síðan hef ég verið á leiðinni til Afríku meðal annars en það hefur verið síðast að kansilera eitthvað út af COVID sko. En allavega þannig að við miðbauginn 20 gráðum sikur með miðbaug vaks súkkulaði. Þannig að það er til náttúrulega Afríka, Brasilia, Suður-Ameríka og Asía og en málið er að súkkulaði er eins og bara önnur náttúruvara að eins og vín og víngreips og svona þetta í hvernig jörðvegi þetta vex og það sem er skemmtilegt er að það súkkulaði sem hún fær í dag er
bara svona venjulegt þegar þú fara venjulegt súkkulaði bara saman blanda af einhverju, skilurðu. Þannig að það sé alltaf eins á bragðið, en það þá, eins og bara, það eru hérna, gæði, skilurðu, og bönir eru teknar frá til þess að búa til hágæða súkkulaði og svo svona hratt, skilurðu, bara, en ekki í niðrandi merkingu, heldur það sem ég að meina að það tekið út ákveðin, sko, að hérna, til þess að fá karakter í súkkulaði, þá tekið kannski frá einni ekru, sem á jarðviðurinn bara svona, hann gefur svona í ár og næsta ári getur hann gefið eitthvað allt annað. Þannig að það getur verið bragð á milli, sko, það getur verið munur á milli, sko, þessi bön sem kemur í ár eða bönin sem kemur næsta ár. Það hljómar rosalega mikið eins og bara með vínin. Já, þá ertu komin í svona single bara origin súkkulaði. Síðan eru náttúrulega tegundir sem eru, eins og segi, kaupið frá ákveðnum svæðum. Það er það sem ég að nota þegar að búa til fyllingar og svona. Þú veist, þá ég að nota ákveðna tegundir til þess að fá ákveðin bragð fram með einhverjum ákveðnum kryddum og svona. Síðan hjúpað með svona súkkulaði sem tiltölulega, sem gott en ekki of mikill karakter í. Því að þá tekur það frá bragðinu sem þú veist að hjúpa. Skilurðu? Einmitt. Já, þannig að það þarf að spá í alls konar svona. Og svo bara eins og ég segi, þú veist, svo þetta bara hérna aðalmálið náttúrulega úr kakóböninni kemur kakósmjör og það í rauninni ekta súkkulaði bara inniheldur bara hráefni bönurinnar. Það sést kakómassan og kakósmjörið. Það þá 100% súkkulaði eitthvað? Já, eða bara þú veist, sko, já, það í rauninni, en til þess að búa til súkkulaði þarf að hérna, taka inn á böninni, þú þarf að búa til svona kallar massa og þú getur búið til 100% súkkulaði því, eða þá þú pressar þetta og þá kemur kakósmjörið út og síðan blandar upp að nýtt til að fá þína, en þá spurning, notar þau sama kakósmjörið eða notað eitthvað annað sem kemur úr ódýrari eða svona, þetta bara mikil fræði í þessu, en hérna ég venn mig á að kaupa inn frá ákveðnum aðilum, þú veist, þar á meðal til eins og fyrirtæki eins og Valrhona í Fraklandi og ég hef verið að versla við ítölsk fyrirtæki, ég hef verið að versla við Kallibát sem ég búin að vera ambassador fyrir í mörg ár. Já, ertu það ennþá eða? Já, nei, í rauninni ég ekkert að sinna, þú veist, ég hef aldrei ég hef synt í þannig og ég hef aldrei námskeiðalendis og ég hef verið að dæma í keppnum fyrir þá og svona, en núna seinna þá það hefur ekkert mikið gerst þetta heima, en ég hef ekkert verið að sækjast eftir lengur. Ég finnst þetta bara, ég tók þátt og dæmdi í nokkrum keppnum en svo bara, þetta eins og allt þetta hefur bara sinn tíma. Svo kom alltaf þetta áfallur í tíðan og síðan hef ég reyna ekkert sóst eftir í. Okay. Og hérna, þannig að, en svo fyrirtækið, þú veist, í Sviss, og í Sviss til dæmis bara þekkt mjólkursúkkulaði, að því að mjólkin frá Sviss öðruvísi heldur en mjólkin frá héðan. Lítur þú ekkert niður á mjólkursúkkulaði á móti dökkusúkkulaði? Nei, ekki ef að það sko, þar kemur inn á til dæmis eins og prósentutalan sem alltaf talað sem að fá kannski skilja alveg, en það getur verið að vinna með ótrúlega góða kakóbön og svo góða mjólk. Alls ekki, ég meina, mjólkursi, ég líka algjör, veist, ég borða homblest, sko. Þannig að þú veist, ég ekkert öðru sem aðri, skil. Ég hef neitt hafinn. Nei, ég ekki þannig að þú veist, ég sé bara, nei, alls ekki, það eina sem kannski má deila eitthvað eins og hvítasúkkulaðið, hvort það sé súkkulaðið yfir höfuð, það eina sem í því kakósmjör. Það er sann gott. Já, það bara sykur, sko, og svo kakósmjör. Já. En þú veist, þú getur fengið gott svoleiðis, þú veist, við skulum ekki, þú veist, það algjör að vera svona fanatísku, sko. Já. Þannig að þú getur alveg fengið gott súkkulaði sem með góðu kakósmjöri, kemur úr góðri bön og inni með bragði af böninni, sko. Og svo kannski minni sykur, það meira af, en þetta svolítið svona nördatal. Já, en í dökkasúkkulaðinu mikið frá, og mjólkursúkkulaðinu gríðarlega mikið líka, sko. Ég bara, þú veist, smakkaði alveg óbúslega góð mjólkursúkkulaði tegundir sem að síðan bara oft erfitt að koma á markað, þú veist, það erfitt oft að fá, það dýrt, þú veist, þú veist, platanum mér komin kannski upp í bara, þú veist, 1500 krónur skilur bara að selja hann út, sko. Já, og það er svolítið erfitt að finna balansin í því, bara hvað gæðin og hafa verðið. Og láta fólk skilja munin og verðmunin. En þetta líka, ég veit ekki hvað íslenska orðið yfir acquired taste,
En bara eins og með vín eða kaffi Já. eða dökkt súkkulaði, þetta eitthvað svona sem að börn iðulega finnst ekki gott. Börnum finnst þetta ekki gott þegar Nei. smakka þetta fyrst. Síðan einhvern veginn svona ferði í vínsmökkun og fara að læra einhvern svona mun og því meira sem þú smakkar, því meira Já. fattar að hvað þú fílar og Já. eitthvað svo leiðis og allt í einu finnst þér bara kaffi mjög gott og dökkt súkkulaði og rauðvín og hefur bara alls konar skoðanir. Þetta er svona að skynja brauðin, þú veist, akkurat, það er bara, ég var ánægð að dóttir mín, þegar hún var lítil og þá borðaði hann alltaf 70% súkkulaði. Já, það. Ég held að hún er algjör þetta, svo hætti hún bara að borða það hann var eldri, sko. Nó, ok. Já, ok, það fór í öfugátt. Það fór í öfugátt. Ég er byrjar að fíla dökka súkkulaði núna, sko. Já, nei, svo gerir hann það með aldrinum, skilur. Þetta er bara svona eitthvað, þú veist, það er eitthvað þroski í bragðlaukunum og svona. Einmitt. Hvað þýðir ef súkkulaði er 70%? Eina sem það þýðir er það að það inn í þessu er 70% af kakobönninni innihald, restin er sykur. Þannig að það hefur ekkert að segja með gæði súkkulaðisins. Ok. Þá er þetta aftur komin í hvaðan kemur bönin. Já. Þú veist, svo er þetta náttúrulega alltaf endanum smekksatriði. Já. Ég er með geggja súkkulaði sem er frá Sátóm, þú veist, og það er alltaf með þetta og það er gríðarlega gott og það er mismunandi milli ára. Þú veist, skilur mig. Og ég er að velja kannski... Þú finnur munin alveg? Já, ég finn bara þegar ég finn líka munin að vinna með það. Já, ok. Þú veist, það verður, það sem ég bý til sem er svona fylling, hún breytist sko stundum, verður svona þykkari og það er bara því að það er öðruvísi bönin í ár heldur hún var í fyrra. En belgískt súkkulaði, akkur eru þeir svona, er ég nokkuð að miskila? Nei, Er ég að tala um belgískt súkkulaði? Jú, belgískt súkkulaði náttúrulega er bara, þeir eru frægir fyrir súkkulaðgerð. Þeir náttúrulega bara fyrirtækið eins og Kallibát náttúrulega kaupir af ekronum allstaðar og framleiðir í Belgíu. Þess vegna er þetta kallað belgískt súkkulaði. En súkkulaðgerð er náttúrulega rosalega rík hefð í Belgíu og í náttúrulega í Evrópu. Þess vegna er bara, þeir markasettu sig sem súkkulaðlandið. En þeir eru líka voru með svo mikið súkkulaði í öllu, þú veist, gera alls konar búm. Þess vegna er talað um belgískt súkkulaði. Okay. En það er í rauninni og bara, þú veist, það er ekki tilsmyndi belgískt, það kemur frá, þú veist, ég kaupi súkkulaði á þeim sem kemur frá Madagaskar, skilur við. Já. En það er framleitt í Belgíu. Þeir setja það saman, skilur við segja. Þeir kaupa bönirnar og svo allt sem þarf að vinna, þetta er náttúrulega þvílíkt sem þarf að gera frá því að taka, sko, kakóávöxtinn og búa til súkkulaði. Það er bara langur vegur þar. Hefur ekkert gert þetta frá grunni, eða? Já, ég hef gert það. Já, ég hef gert það. En til þess að gera það síðan almennilega þarftu rosalega góð tæki. Já. Og tæki til þess að, og það er bara önnur, eins og Omnum súkkulaðgerðin er að gera, þeir eru að búa til frá grunni. Bara frá baun? Já, í plötu? Já, bíndubar er svo kallað, sko. Og það er... Bíndubar? Já, bíndubar eða frá baun til plötu. Þetta er kallað það og það er bara skemmtilegt og frábært konsept, skilur, og skemmtilegt það, en svo má ofta deila, þú veist, ég meina, ég er að kaupa súkkulaði sem er miklu betra heldur í það, skilur, og ég har að gæðastandard og, skilur mig, ég er ekki að, þú veist, þarna getur þú farið að deila alls konar hluti, en brandleira og Omnum er náttúrulega eitt flottasta brand sem við gert á Íslandi, það er ég alveg með á hreinu. Af hverju elskar Íslendingar súkkulaði og lakkrís saman? Já, það er svolítið sérstakt. Sko, og nú hefur þú farið út allan heim. Já. Sést þetta einhvers staðar annars staðar? Já, ég nú sé þetta, sko, en ekki svona eins og hérna. Þú veist, það er alveg stórfyrirlega, sko. Svo tók hann Jóhann Bulló, danski, hann alltaf... Já, kúlurnar. Já, hann fekk þessa hugmynd hérna í Íslandi. Í alvörinni? Já. Þannig kúlurnar sem að fæsir reyna og er bara giltur á allir hendinni eftir það. Það var íslensku líka maður að vinna hjá honum, sko. Þannig að hugmyndin öll kemur frá Íslandi, en hann er bara ótrúlega flottu markaðslega og náttúrulega í útbyr geggjaða vöru, en það kemur allt frá Íslandi. Í alvörinni? Já. Bara súkkulaði og lakkrís? Hans hugmynd og hans hugmyndafræðin kemur frá Íslandi. Hann bara útferðar hann svo ofboðslega fallega. Og þetta er það sem hægt er að gera með svo margt, sko. Já. Einmitt. Þetta er útfærslu atriði og samsetningar og framsetning. Þess, það er ekki nóg að kunna búa til eitthvað gott. Þú þarft að koma því, og það er önnur fræði. Og þannig að þú þarft svolítið að hafa meira heldur en bara kunna búa til góða köku eða góða fyllingu. Það er alltaf umgjörn í kringum þetta sem skiptir svo miklu máli.
Er það kannski eitthvað sem þú áttar á seinna mér? Þú áttar á eitthvað svo góður í grunninum? Já, nei, ég sá það var eiginlega kannski, mér skulum bara segja, ég hef alltaf séð það fyrst, sko. Og lært hitt sveðan, skilur, þannig að ég heillaðist af öllu þessari umgjörð. Hún heillaði mig alltaf fyrst og ég var bara fascinated, skilur, bara alveg bara elska þetta. Þannig að þú veist, hitta meira síðan líka kemur bara einhvern veginn. En það bara skilja það, svo þegar maður fer að framlega sjálfur og þá fyrir átt að, þú veist, ég þarf náttúrulega, ég get ekki bara, þessu í dag þetta orðið mjög mikið vesen. Hún þarf það bara, líka við, þú veist, býr til litla súkkulaðplötu, það þarf að vera innihaldslýsing og næringagildi. Hver að spá í það að borða eitt súkkulaðmóla? Hvaðan, þú veist, bara, þetta svo galið. Og þetta kerfi að drepa niður allt sem að heitir, þú veist, handverk, frumkvöðlar, þú veist, þetta monster sem þetta kerfi þetta vissulega gott á mörguleiti, en það drepur alla frumkvöðlavirkni og handverksmenn og svona, það þarf að fara mótmæla þessu. Þannig að þú ert í rauninni að búa til svona lítinn konfektmóla og hjúpan og passa upp á öll hráefni og gæði og allt svoleiðis og svo það kannski að stoppa svolítið af að þú ert að segja hversu mikið af kaloríum og hlutfall prótein og kolvetna í þessu. Já, það er komið núna, þetta var ekki þannig, en núna er komið þannig að þú veist að ég býr til nýja móla að þá liggur við að ég með ekki setja henni í kassan þess að þá þarf ég að vera að koma með eitthvað rýsingu, skilur. Þetta bara galið. En þú veist, og þeir verða allavega að huga að sko að handverkinu og litlu fyrirtækjum verða að fá að lifa öðruvísi heldur en risafyrirtæki sem að selja út á markaðin, skilur í alla búðir út á allan heim. Þetta er ekki, þetta slíkir sér saman. Ekki setja undir sama hatt. Út að tala handverkið, Hrefna Sætran var hérna hjá mér í síðustu viku og ég var hans að ræða við hana sko, ég held að hún sagði, það vilja allir beint frá bíli og beint frá bónda og kaupa lífrænt og allt þetta, en svo fara allir í Costco og kaupa bara þar. Þú sem ert að bjóða upp á svona hágæðavöru og ég meina lítið fyrir mikinn pening í rauninni, þú veist það er alveg rétt hjá mér, þetta er bara, þú ert að borga fyrir gæðin og bara fágun og fagmennsku. Upplifðu þú þetta líka? Já. Að það er oft bara erfitt að fólk segist vera til í eitthvað svona en svo er bara mjög mikið harka standað í þessu. Sko, já, en þú veist, ég get samt ekki kvarta en þess að, og ég það sé þetta, ég fyrir Costco sjálfur og sé bara pakningarnar af súkkulaðinu bara. Hómblestinum. Nei, bara og líka flottu súkkulaði sem er komið ykkur svakalega pakningar sem að ég get ekki einu svona keypt, skilur. En, sko, þetta er náttúrulega pirrandi, en það sem þú sagðir áðan, þú færð þess vegna sagt sko að þetta snýst ekki magnið. Þetta snýst bæði, þú veist, einmitt gæðin og bragðið og að njóta, ekki að háma, skilur. Þetta er eins og fara út að borða. Þú veist, þá ertu að njóta að borða. Þetta er ekki svo, þú veist, að þú sé svo svangur og þú farir alveg óbærslega mikið af súpu í skálina og bara hámar þetta í þig. Þannig súkkulaði ekki Snickers, súkkulaði ekki þú veist, eitthvað svona, skilurði, það svo mikil munur á milli og þú veist, það annað að háma í sig, þú veist, svona, og fá sykurþörf og svona, en að njóta eitthvað sem búið að leggja í og búið til bragð. Það snýst þetta sem við erum að gera. Ég get ekki slettur á þess að tala við út að þú varst að nefna að vera komin í garðyrkjuna. Síðan ertu líka blæjubílsmaður. Hvað er annað svona utan súkkulaðsins sem á hugðin allan? Já. Jú, það er þetta mitt hérna, ég er með lítið sumarhús og hérna, það er bara svona mjög lítinn kofa, 35 fermetrar og búin að vera dunda í kringum hann í mörg ár og fyrst það bara geggjað. Og Ítalía, ég fór til Ítalíu áður en COVID fór og þá leiði mig blæðubíl í 2 vikur og það var geggjað, sko. Í góðum blæðubíl í réttu landi, loksins? Í góðum blæðubíl í réttu landi og bara með konunum minn og góðu fólki. Varst að mála eitthvað upp í sumarhúsinu? Já, þar er ég búin að búa með smá aðstöðu og er að mála alltaf. Hvað ert að mála? Ég er bara að mála alls konar. Ég er að mála, ég er búin að fara svona aðeins á námskeið og svona. Ákkaður ekki upp á Jói Fel og sagðir, herri, takk fyrir að kenna mér rósina og þú ert að kenna mér að mála. Jói Fel kunni þetta allt saman fyrir löngu síðan og hérna var að gera en eins og bara í öllu öðru, þú veist, þá er ég með annan stíl að gera öðruvísi og bara verið allt sem að Jói Fel er góðu vinur minn og flott strákur. En ég er bara að gera öðruvísi og ég er í rauninni bara að finna mitt, hérna, ég mála mikið svona eitthvað, bara tré og svo er ég að gera andlit, þú veist, bara, ég er bara svona að finna mig, þú veist, ég dett inn í þetta bara. Þetta er svona, ég get verið að núti og ég bara gleym mér, sko.
Þetta svona, það það sem ég alltaf að sækjast eftir. Þetta eins og ég var að vinna í súkklanum í bakari og konan hringdi, ert ég að koma heim? Skilurðu? Og það var bara, hvað klukkan? Þú veist, þá var ég bara búin að vera búið til eitthvað, ég bara gleymi mér. Og það svo dásanlegt, ef þú finnur eitthvað svona sem maður bara dettur inn í og tíminn bara hverfur. Ég ekki allir að leita því, ég meina, þú veist, hversu leiðilegt að vera í andstæðinu þar sem að þú ert að líta á klukkuna og ert að telja niður, sko, bara, hvernig fæ ég að hætta þessu? Það það sem við erum alltaf að leita. Það svona þessi innri friður og bara horfa á það sem maður gerir og bara, eins og ég alltaf sagt líka, þú veist, þetta skiptir gríðalegu máli. Það að horfa á það sem hún gerir og vera bara óbóðslega stoltur. Þetta eins og ég segja á stundu við bakarinn mína, sko, og strákana, þú veist, þið búin að fara fram í búð? Og það var eitthvað, nei, þú veist, og fariði fram í búð og horfa það sem þið búin að gera í morgun. Þú veist, veriði stoltir af þessu. Þú veist, bara búðin ótrúlega flott, það nýbúið að stilla búðin á mótnana, þú veist, og þeir eru búin að gera þetta. Þú veist, finnið þið stoltir. Þar finnið þið passionið og allt þetta. Geggjað. Líta hans á útkomuna, hvað maður búin að byggja. Já. Það alveg ára reynsla og nám sem að fer í það að búa til eina svona köku eða hvaða nú sem þeir eru að stilla upp. Þannig að það er ekki bara brauðin og gera brauðin, brauð er list, sko. Þetta allt, þú veist, þetta handverk og allt svona list, sko. Og það að horfa á þannig, þú veist, að horfa á brauði vera til og allt þetta og sjá þetta koma í hillinu og bara vera fylla stolti. Það bara, ef þú ert þar, þá ertu réttist það. Geggjað. Hafliði, loka spurning on the spot fyrir utan eigin framleiðslu, hvað besta íslenska nammið á markanum? Besta íslenska nammið? Ertu þristamaður? Ertu í djúpum? Draumur? Íslenska nammið, já. Ég helst að fara í heiðalegu, sko, ekki segja ykkur afnám súkkulaðiplötu. Nei, ég einmitt að reyna að vera heiðalegu, sko, ég einmitt að, herðu, mitt uppáhald sem búið að vera svolítið tíma, það eru bingokúlur. Bingokúlur, það svona lakrískarmela og dögt súkkulaði. Já, og festist þetta í tönnum. Herðu, tannlæknirinn segir alltaf um mig, þú mátti þetta ekki. Þess vegna finnst mér þetta sem það svona gott. Æmi, út af máttu ekki. Hafliði Ragnarsson, geggjað að spjalla við þig, takk æðislega fyrir að koma, virkilega gaman að heyra þínu sögu og ég hlakka til að sjá bara hvað maður séð þig næst, hvort það sem maður er í málverkunum eða einhverju súkkulaðaframleiðslu, það bara spennandi að sjá. Bara takk fyrir að hafa mig og gaman að koma til þig.